Danni, þú ert með eitt fallegasta bros allra þjálfara í deildinni. Fæ ég ekki eitt fallegt bros í þarna? Jú, ég held að sjáast bara í þessu viðtali að ég ánægður. Eða ekki? Er þetta ekki talsvert önnur tilfinning svona heldur og vera komin á blað? Er ekki þungufargið létt? Jú, mjög. Það er bara heldur sem vesen að vera í svona ströggli eins og við erum búin að vera í. Og heldur að gefa að skilja og náttúrulega án útlendinga í fyrstu 2 leikjum á móti 2 sterkustu liðum í deildinni. En vorum að leggja okkur fram þar og hefðum kannski náð einhverju úrslitum með allt gengið upp. En síðan náttúrulega í síðasta leik gegn Haukum þá vorum við bara mjög lélegir varnarlega. En gátum alveg að spila sókn, en við þurfum bara að innbra því að varnarleikur þarf bara að vera on point. Og hann var þá mörgum köflum, ekki öllum köflum í þessu leik, en mörgum köflum og ég er mjög sáttur við það að ná að halda Njarðvík undir 70 stigum. Fyrri hálfleikurinn sérstaklega, vörnin var náttúrulega alveg outstanding. Gat hún verið eitthvað betri hreinlega þá? Já, hún gat verið betri. Það er alltaf hægt að toppa eitthvað, þannig að... Já, þegar maður er líka í þessu að leggja vinnu á sig, bæði þjálfarar og leikmenn, þá veit maður bara að hafa allt á hreinu og hérna þóttum við kannski ánægðir í hálfleik að halda með 26 stigum að þá eru samt skoruð 6 stig eftir sóknarfrákvöst og voru smá feilar hérna hjá okkur og við þurfum bara að hafa þetta allt á hreinu ef við ætlum að gera eitthvað hérna í vetur. Varandi framhaldið, ertu ekki bara helvíti bara góður með þig og bjartur bara framhaldið? Nei, þetta er bara stanslaus vinna og það er ekkert þetta að fara að horfa í einhverja leiki sem eitthvað auðvelt eða eitthvað gefin stig eða eitthvað svoleiðis. Það gengur ekki þannig upp í þessari deild. Og jú, ég er mjög ánægður með framhaldinu. Þetta er mjög spennandi lið sem að vera með höndunum og höfum mikla möguleika að verða betri. Þannig að það er bara að byrja strax bara undirbúningu fyrir næsta leik á morgun og við verðum bara að vera betri með hverju vikunni. Ég ætla að spyrja það fyrst að þessari spurningu núna. Eftir þessa fyrstu 3 leiki, sérstaklega fyrstu 2, þá varstu nálega með afsakandi þannig séð. En það hefði ekki verið nein afsökun ef að þessi leikur í kvöld hefði tapast. Var ekki nett pressa svona á okkur fyrir leikinn? Jú, ég held að það hafi bara verið mjög mikil. Og ég held að það sé líka bara það sem að við setjum á okkur sjálfur og þetta er lítið en samheldið samfélagina og það vilja allir sjá gulklædda ganga vel og það er svona sem við bara vitum á og setjum á okkur sjálfur. Þetta er bara okkar langar að vera betri, við viljum ekki vera fast í ykkur meðamennsku. Þannig að við ætlum að vera betri með hverju vikunni sem líður og það þarf bara að ganga allt upp til þess að gera það. Það er bara svona. Og hefur ekki endað þetta þá á yndislegu brosi? Já, sjálfsögðu. Það er klart.